Fyrirtækið mitt heitir Gyðja Collection. Við erum með í raun og veru hönnunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að hanna fylgihluti. Við erum að framleiða sem dæmi skó, töskur og belti og okkar konsept svolítið að það sé möguleiki fyrir konur að fá fylgihluti í stíl. Ég fékk hugmyndina þegar ég var stödd út í Egyptalandi í fjölskyldufríi áramótin 2005 til 2006. Þá vorum við stödd þar og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hönnun og verið í þeim geira og það svolítið mín ástríða, ef má segja. Mér langaði að gera eitthvað öðruvísi. Ég í raun og veru var ekki reyndar á höttunum eftir þessu en stundum koma bara hugmyndina til manns og það gerðist í raun og veru með Gyðju, má segja. Þarna fór ég inn í leðurvöruverslun sem reyndist svo vera framleiða vörurnar og ég gaf mig á tal við eigandann í versluninni og við bara okkur samdi vel og ég spurði hvort ég mætti hreinlega hanna bara stígvél og tösku á staðnum og það gekk og ég fekk það afhent 3 dögum seinna og svo kem ég heim og þá fekk ég svona þvílíkt rosalega góðar undirtektir frá minni nánustu og vinkonum og fleirum. Þannig að það var eiginlega ekkert annað í boði heldur en að reyna að gera eitthvað með þetta. Það hefur gengið vonum framar. Markhópur Gyðju eru konur sem eru tískumeðvitaðar á aldrinum svo cirka 25 til 55 ára. Þrátt fyrir það þá fer þetta alveg fyrir yngri konur líka og líka fyrir eldri. En þetta kannski svolítið svona markhópur sem við göngum út frá. Mér finnst stuðningur fyrir frumkvöðla, fyrir mína parta hefur hann verið mjög góður. Ég hef verið dugleg að nýta mér það námskeið og þau nám og þau verkefni sem í boði og það hefur nýst mér afskaplega vel. Til dæmis þá ég rosalega hrifin af verkefni sem heitir námskeið sem heitir Brautagengi og hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands Impru. Það í raun og veru gerði rosalega mikið fyrir mig að fá þetta klapp á bakið því að við konur eigum það oft til að brjóta okkur svolítið niður og við erum kannski ekki jafn áhættu sæknar eins og karlmenn vilja oft vera. Þannig að það rosalega mikil þörf á slíku námi og ég get eiginlega sagt að og mælt 100% með því að það skipti sköpun fyrir mig. Að vera inn á frumkvöðlasetri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands það alveg meiri háttar, bæði út af því að þegar maður að byggja upp frumkvöðlafyrirtæki þá auðvitað verður maður að halda öllum kostnaði algjöru lágmarki. Maður vill samt geta verið í umhverfi sem vinnu umhverfi og maður finnur að maður sé að mæti vinnuna og maður vill geta haft í raun og veru skrifstofu og allt í kringum það. Þannig að ég rosalega ánægð með aðstöðuna sem við erum með upp í Nýsköpunarmiðstöð og það hefur reynst okkur alveg ofboðslega vel. Og þarna líka verið þetta í raun og veru það eru ráðgjafar og maður getur leitað ráðgjafar og maður getur fengið aðstoð og maður finnur svo mikinn meðbyr og það bara svo gott að finna svona að maður hafi svona í raun og veru hafi svona gott með sér eins og Nýsköpunarmiðstöð að gera með þessu. Og ég tala nú ekki að þetta er ofboðslega góðu verði, þannig að þetta meira áttar. Framtíðarsýnin okkar í raun og veru, við hugsum stórt. Við leyfum okkur að dreyma og við hugsum stórt og ég sé það fyrir mér að innan 10 ára þá stefnan hjá okkur að Gyðja verði þekkt lífsstílsvörumerki út í heimi. Og við bara stefnum ótrauð að því marki og framtíðin björt.